Logey með verkfæri fyrir alla sem gera kröfur gæði. Logey, Vesturvör 7, Kópavogi. Við hjá bílaverkstæði KS erum stoltir yfir að nota mótor. So get out there and do what you're made for. Hjá okkur málið einfalt. Framtíðin ljós. Engin kopar, bara ljósleiðari. Tengir HR. Fjarskiptafélagi eigu heimamanna. Við tengjum þig við nútímann. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Og við höldum áfram í 5. braut eftir auglýsingahlé og þar fyrstur hjá okkur Fjölnir Guðmarsson á Evu. Hann var einhver smá búggi og tvistið þarna, heppinn að velta ekki, fekk 70 stig fyrir. Sá reyndar ekki hvort hann var á leiðinni upp eða niður. Þetta Kristmundur Dagsson. Fekk aðeins 0 stig fyrir þessa braut. En næstu Þórmar Pálsson og ekki lækka stökkin hjá honum, þvílíkt og annaðins. 180 stig fekk hann fyrir þessa tilraun. Mér skilst að hann hefði séðst á radar hjá flugvellinum, hann fór svo hátt. En þetta alveg hrikalegt, hann slapp ómetu kallinn og fannst þetta bara skemmtilegt. Ótrúlegur maður. En það var Gísli G. Og þetta sérst fyrir hluti brautarinnar. Og þarna lendir hann í því að það springur hjá honum Predator blöndungur. Og kveiknar þetta svolítið eldur. Og engin smá eldur. En það slapp allt saman hjá honum, hann var mættur í næstu braut. Þarna var myndatökumaðurinn á túni, Guðni Grímsson feitaði svona inn í rólutum og valt á hliðin og fekk aðeins 40 stig. Þá var Geirhard Grímsson, sjá hvað hann gerir. Já, glæsilega gert. Og nei. Það alltaf gaman að horfa á Geirhard, hann svolítið svona, veit ekki alveg hvert hann að fara alltaf. Það mjög gaman á hann, fekk aðeins 90 stig. Þá var næstu Guðlaugur S. Helgason, heimamaðurinn. Komst ekki alla leið, þá var Haukur Viðar Einarsson, hann fekk 210 stig. Næstur Ingólfur Guðvarsson. Já, rúlar hérna niður, fekk 180 stig. Og Alli brosandi. Það var Alli Jamil. Sjá hvað gerir. Já. Ekkert mál, drífur sig þarna upp og fær 270 stig. Glæsilega gert hjá honum. Þá var Kristján á verktakanum. Hann kannski hægt að sleppa í að reyna aftur þarna, en hann fekk samt 220 stig, glæsilega gert. Og tekur þarna hægustu veltur sem menn hafa orðum farið. Það var næstur Mikael Stórflór Jóhansen. Komst ekki alla leið. Og þá skellu okkur síðust brautina, tímabrautina þennan daginn. Og þar fyrstur hjá okkur Roger Fossen, Norðmaður. Keyrði mjög vel, hann á skófludekkjum. Glæsilegu litlum Willis. Hann var alltaf með Volvo-vél að mig minnir í þessum bíl. Turbovél, rosalega kraftmikill, en nú að koma með 8-sylindra vél. Það held allir að vera að grínast hvernig óskapölum hann kæmi 8-sylindra vél og hérna pílnutta bíl. En hann fer á 28,90 sekundum og fær 318 stig, glæsilega gert. Næstur í braut hjá okkur Þórmar Pálsson og hann fór á tímanum 29,15 og fekk 326 stig fyrir, glæsilega gert. Góður akstur. Skilaði honum í annað sæti þessari keppni. Þá var það hérna Ásmundur Ingjaldsson næstur hjá okkur. Hann fór á 32,84 sekundum. Hann var svona bara að dúlla sig við þetta á köflum, en flottur akstur, yfirvegaður og fínn. Hann misti ekki stjórnin á bílum hérna. Þótt við að vera litað, fekk 269 stig. Þarna var Danni Þönder að bakka. Ég veit nú ekki alveg hvað var að gera. En hann var að flýta sér.
flottur akstur á kallinum þennan daginn. Hann var eins og einhver vandræði með bílinn. Alltaf reka sig ádreipparinn að því held. En hver veit, fór þetta 35,34 og fekk 244 stig, glæsilegt hjá honum. Það var að Geirivert Grímsson. Hann fór á besta tíma dagsins. Glæsilegur akstur á honum. Var svo lítið að flýta sér. En hann fór á 26,7 sekúndum og fekk 340 stig. Vel að sér vikið. Allir í stuði. Það var að Guðlaugur S. Helgason, heimamaðurinn. Hann fór á mjög góðum tíma líka, fór á 28,00 sekúndum, 28 sekúndur sléttum og fekk 327 stig fyrir, glæsilega gert hjá honum. En þetta var ekki alveg búið hjá honum því að hann valt þarna í endamarkinu, hefði ekki brotnað hjá honum vinstri framöxul, þá hefði hann verið gaman að sjá hvort hann hefði ekki bara bjargað sér úr þessari veltu. En því miður þá taldi hún ekki með því að hún var utan brautar því að hann var búinn að klára. Það var hérna Haukur Einarsson á Heklu, 29,58 sekúndum fór hann á og fekk 321 stig fyrir, glæsilegur akstur á honum. Og þá var Atli Emil Ásgeirsson, Thunderbolt, búinn að keyra stórglæsilega í dag. Eða þennan dag, hann var ekkert að því í dag. En hann fór á 29,05 sekúndum, keyrði þetta bara yfirvegað því að hann þurfti svona það bil bara að klára þessa keppni eða þessa braut. Fekk 327 stig fyrir og sigraði þetta glæsilega. Og þá var það hérna næstur Mikael Stórflór. Hann fór á 34,71 og fekk 301 stig fyrir og glæsilegur akstur á honum. Það var að Guðmundur Elíasson. Einhverja hluta vegna fekk hann 0 stig. Ég bara veit ekki af hverju. En hann keyrði vel samt. Glæsilega gert hjá honum. Þá var það síðan síðustur hjá okkur Fjölnir Guðmarsson á Evu. Hann var að flýta sig mikið. Hann ætlaði að taka besta tíman á það. Eitthvað rugglast kallinn hana og ætlar að reyna að redda sér og veltur hana frekar harkalega og þurfti að fara með sjúkrabíl heim. En hann handleggsbrotnaði kallgreið og núna í góð yfirleitt til lækna á Akureyri. En við rennum yfir lokastöðu keppninnar. Þar var í fyrsta seti Atli Emil Ásgeirsson með 1377 stig, í öðru stig Þór Þormar Pálsson með 1286 stig og í þriðja seti Haukur Einarsson með 1231 stig. Hvernig fannst þið keppnin í dag, svona brautalaði sér? Þetta voru virkilega svona grimma brautir. Maður þurfti alveg að taka á því. Þetta var bara mjög gaman. Uppáhaldsbraut í dag? Það ekki er þriðja brautin, hún var heldur góð. Og nú valst að þú þú tókst eina rosalega veltu í dag. Hvernig fór það? Þú verður ekkert meittið eða bíllinn ekkert skemmst? Bíllinn það sér öllítið á honum. En ég fekk nú heldur gott högg. Svona þetta var alveg smá tíma til að átta mig á hlutunum. En það bara gekk allt tilbaka. Er þetta eitthvað að verða algengar að menn séu pínu að meiða sig í þessu sportið það? Meiða svo ekki meiða sig, þetta er náttúrulega bara þegar að drasli flýgur svona hátt upp og lendir þá náttúrulega kemur þetta bara beint á aukumann sko. Ætlar að stökkva Herri Þór á morgun? Ég leyfi honum ekki bara að eiga það. Er hann ekki ennþá að vinna úr því að laga þetta? Jú, ég held að sé alveg ónýttu bara. Jæja Þór, það er annars þetta í dag. Til hamingju. Það gaf fyrir það. Það er samt ekki nógu gott. Fyrsta er alltaf betra. Já, annars þetta kannski fyrsti tapari? Já, það er þannig en þetta var algjör skít. Það er fyrstu 2 brautunum hjá mér þannig að það var ekki alveg, ég hélt ég næði nú ekkert að vinna með eitthvað upp en þetta kom eitthvað í restina. Já. Þetta voru mikil átök í þessu dag? Já, ég náði nú eiginlega ekkert að fylgjast með keppninni þannig en maður var að sjá þetta hérna, einhver flug hérna í brekkunum og eitthvað. Já. Ég var meira og minna í pittinum eitthvað að brasa. Eftir þín eigin flug? Já, allir það ekki. Þetta var svona einhverjar flugferðir þarna. Hvernig er að horfa niður í svona stóru stökki? Svona seinna stökki var einhvern veginn þannig að ég held ég ætlaði bara aldrei að lenda en það var allavega alveg pott þetta ég var ekki að fara að lenda upp á það lengi niður. Já, akkurat. Það er alveg svoleiðis. Aldrei hræddur?
Nei, fann ekkert fyrir því og mjúka lendingar fann ekkert fyrir þessu eða neitt. Bíllinn kannski fann aðeins fyrir þessu. Já. Já, svona smá. Hvað gerðist í dag? Hvernig gekk? Það gekk nú bara svona freka vel. Var samt aðeins að klúðra hlutum eins og í fyrstu braut. Hún var mjög skelfileg hjá mér en það var ekkert annað en eftir hann að vinna sig bara vel upp og taka hans á þessu. Var það bara einhver algjör endurskipulagning í hausnum á þessu fór fram og þú fórst að raðin stigum í hverju braut? Sko málið skipti náttúrulega vélina þarna í vetur og við höfum ekkert alveg prófað hana kannski í þessum aðstæðum. Hún er mjög aflmikil og maður þarf að passa sig út að nota nitróið og svona, missa ekki stjórn á honum. Og það gerist hans í fyrstu braut, hann snýst á punktinum einhvern veginn og maður þarf að vera varkar með það. Já. En þú ert bara svona að tökum á honum og þetta lofa bara góðu þá? Já, eins og ég segi, ég er mjög ánægð með bílinn og nú þarf maður bara að einblína það að gera góða hluti og kynnast honum betur og sér hvernig maður fannst kannski aðeins að vera stundum á hægt og stundum á rætt og finna það réttu punktana. Uppáhaldsbraut í dag? Ég held að vera fjórða brautin, þó maður hafi velt í henni. Það var eitthvað klikkað við hana. Nú er þetta óvinni svona tilþrifa mikil braut. Finnst þið gaman að keppa þetta? Já, ég held að þetta sé eitt skemmtilegasta svæði. Það býður upp og svo mikla möguleika. Þú tekur stór stökk en er kannski ekki að skemma mikið.